Herra Lítill bjó í litlu húsi undir Baldursbrá neðst í garði herra Hróbjarts. Þetta var mjög notalegt hús þótt agnar smátt væri og það hæfði herra Litlum vissulega mjög vel, honum þótti gott að búa þarna. Nú jæja, þessi saga öllum það þegar herra Lítill ákvað að fá sér vinnu. Vandinn fólst í því hverslags starf herra Lítill gæti unnið. Það þrátt fyrir allt ekki íkja mörg smástörf að fá. Herra Lítill hafði íhugað þetta mjög lengi og ekki fengið neina hugdettu og hann var að íhuga þetta núna meðan hann var að borða. Hann var að borða hálfa baun, 1 brauðmola og dropa sítrónusafa. Herra Lítill hugsaði og hugsaði meðan hann borðaði þennan stóra hádegisverð en það kom ekki að neinu gagni. Hann var bara þyrstur af að hugsa svo hann fekk sér annan dropa sítrónusafa. Nú veit ég, hugsaði með sjálfum sér. Eftir mat fer ég að hitta herra Hróbjart að spyrja hann ráða. Svo fór hann að heiman eftir matinn og gekk í áttina að húsi herra Hróbjarts sem stóð efst í garðinu. Þetta var alllangur gangur fyrir jafn lítinn mann og herra Lítill var og á miðri leið stansaði hann til að hvíla sig. Hann settist á steinvöl og var móður. Gott kvöld, herra Lítill, sagði ánamaðkurinn Valtýr sem kom skríðandi. Gott kvöld, Valtýr, sagði herra Lítill við ánamaðkinn sem hann var velkunnugur. Þetta gangaði þér til hressingar, spurði Valtýr. Ég ætlaði að finna herra Hróbjart, svaraði herra Lítill. Ná, sagði Valtýr og skreið í burtu. Valtýr var fámáll ánamaðkur. Herra Lítill hélt svo áfram þegar hann var búinn að hvíla sig smástund og gekk alla leið heim að húsi herra Hróbjarts án þess að stansa nokkru sinni. Þegar hann var kominn þangað, klöngraðist hann upp þrepinn sem lá að bakdyrunum hjá herra Hróbjarti. Enginn heyrði til hans. Hann barði að dyrum. Enginn heyrði til hans. Eins og þið skiljið, þá vandinn sá að séu menn jafn litlir og herra Lítill, þá geta þeir ekki barið mjög harkalega dyrum. Herra Lítill leit upp fyrir sig, þarna hátt yfir höfði hans var dyrabjalla. Hvernig get ég hringt bjöllunni sem ég næ ekki til? Hugsaði herra Lítill með sjálfum sér. En í því heyrði hann fótatak. Það var bréfberinn. Bréfberinn kom að dyrunum, skilaði af sér bréfunum og var í þann veginn að fara þegar hann heyrði rödd. Sæll, sagði röddin. Bréfberinn leit niður. Sæll, sagði hann við herra Lítill. Hver þú? Ég heiti herra Lítill, sagði herra Lítill. Viltu hringja bjöllunni fyrir mig? Auðvitað vil ég það, sagði bréfberinn og studdi fingri á bjöllunhappinn. Þakkaði fyrir, sagði herra Lítill. Mín var ánægjan, sagði bréfberinn og hélt á brott. Herra Lítill heyrði fótatak nálgast dyrnar. Dyrnar lukust upp. Herra Hróbjartur opnaði dyrnar og leit út. Þetta var skrítið, sagði hann. Ég var viss að ég heyrði bjöllunni hringt. Hann var í þann veginn að loka dyrunum þegar hann heyrði litla rödd. Sæll, sagði röddin. Sæll, herra Hróbjartur. Herra Hróbjartur leit niður og enn lengra niður. Sæll, sagði hann. Hvað erst þú að gera hér? Ég kominn til að spyrja þig ráða, sagði herra Lítill við herra Hróbjart. Nú jæja, sagði herra Hróbjartur. Það þó best að þú komir inn og við ræðum málin. Herra Lítill elti herra Hróbjart inn í húsið, tildraði sér upp á arminn og eftirlætti stóli hans og sagði honum frá því að sér kæmi ekki í hug neitt starf sem hann réði við. Herra Hróbjartur sötraði te úr bolla og hlustaði. Þannig sérðu, sagði herra Lítill til útskýringar, hvað þetta er erfitt. Já, ég sé það, sagði herra Hróbjartur. En láttu mig þetta. Herra Hróbjartur þekkti margt fólk. Herra Hróbjartur þekkti náunga sem vann í veitingahúsi og hann útvegaði herra Litlum vinnu þar við að setja sinnep í sinnepskrukkur. En herra Lítill var alltaf að detta hon í krukkurnar og atast út í sinnepi upp fyrir haus svo hann hætti þarna. Herra Hróbjartur þekkti náunga sem vann í sælgætisbúð og hann útvegaði herra Litlum vinnu þar við að afgreiða sælgætismóla. En herra Lítill var alltaf að detta hon í sælgætisbaukana svo hann hætti þar. Herra Hróbjartur þekkti náunga sem vann í elspýtnagerð og hann útvegaði herra Litlum vinnu þar við að raða elspýtum í elspýtnastokka. En herra Lítill var alltaf að lokast inn í stokkunum með elspýtunum svo hann hætti þar. Herra Hróbjartur þekkti náunga sem vann á bóndabæ og hann útvegaði herra Litlum vinnu þar við að flokka brúnu eggin frá hvítu eggjunum.
En herra Lítill var alltaf að tínast í eggjunum, svo að hann hætti það. Hvað getum við nú gert fyrir þig? Spurði herra Hróbjartur herra Lítinn kvöld nokkurt. Ég veit það ekki, sagði herra Lítill mjórri röddu. Ég hef fengið eina hugmynd enn, sagði herra Hróbjartur. Ég þekki náunga sem skrifar barnasögur. Þú gætir kannski unnið hjá honum. Og daginn eftir fór herra Hróbjartur með herra Lítinn að finna mannin sem skrifar barnasögur. Get ég fengið vinnu hjá þér? Spurði herra Lítill mannin. Já, það geturðu, svaraði maðurinn. Réttu mér blýantið þarna og segðu mér svo frá öllum þeim störfum sem þú hefur fengist við. Síðan skrifa ég sögu um þetta. Hún á að heita herra Lítill, bætti hann við. En krakka langar ekki til að hlusta á sögu sem bara um mig, sagði herra Lítill. Jú, það